Byrjaði þetta? Já. Hörðu, já. Byrjaði þetta? Já, byrjaði það. Nýja liðsmann hvernig þetta? Það ætlar að vera þetta mjög skemmtilegt sveiflu. Já. Eggjastokka. Já. Fjórsvæði. Já, þetta var svona svolítið nærtækt dæmi. Þetta líkur mér vel á hjarta og svo erum við búin að vera með sjúkling með þessu bara núna ekki svo algjörlega löngu. Þannig og það er svona margar deildir sem koma að svona sjúklingi ef þetta verður að einhverju. Þetta snýst að þetta er sem sagt kvilla sem kemur eftir að verið í einhverju frjósemisfalli. Og en það er sem sagt HCG, hormónið sem þarf að vera til staðar til þess að þetta fara af stað. Reyndar í frjósemisfallinu þegar verið að stimulera með FSH, follicle stimulating hormone, að þá getur það líka haft áhrif. Og ofta er það að þetta er sem sagt annarkvort úr sprautinu sem framkallar egglos eða að það komur fóstur þungunarstað sem framleiðir HCG. Þetta finnst, það eru fá dæmi um það að þetta finnist í eðlilegri þungun, en þá er eitthvað liggjandi annarkvort móla sem er svona trófoblast sjúkdómur og eða við einhverja villu í FSH reseptornum. Þetta er það að eins og maður sér að þá er þetta að eggjastokkurinn reyndar næstu eins og rútur með hælhana, en að eggjastokkurinn stækka og að það fyrir að safnast á vökvi og intracellular vökvi fer í extracellular og háræðarnar verða lekari og þar líka lekur þessi prótein ríki vökvi út. Það er ekkert að koma neitt brjálæðislega mikið inn á þessu bíókemíu, en við sjáum bara eggjastokkana þarna sem eru með mörg eggbú sem gerir það að verkum að VGFF, endothelial growth factor, gerir það að verkum að bæði FSH og HCG að það koma ennþá fleiri móttakar fyrir því sem gerir það að allar háræðar verða mun lekari. Og þar sem háræðar finnast í hvaða organsystemi sem að þá náttúrulega getur þetta lagst á hinn mismunandi kerfi sem eru hvort sem að það eru nýru, lifur eða annað. En oftast gengur þetta nú bara í svona að sjálfu sér og þó svo að maður fái stóra eggjastokka og þá svona verður þetta óþægindi og annað, en þetta getur allt, þetta er syndróm sem getur allt verið frá því að vera bara létt og laggott til bara hreinlega lífshótandi ástand. Sjáum við á myndinni, kannski betra að sýna á Valur, vinstri skjárinn sem sýnir já, að þá sjáum við að þetta eru hægri og vinstri eggjastokkur á konu sem er með mikið af eggbúum og svo sjáum við að þetta er leghálsinn og svo legið og inni er bara, þetta er bara syndir og það er voða skemmt, það er voða áhugavert að sjá það á sónar af því að vökvi verður svo svartur á sónar, þannig að það er svo auðvelt að sjá þetta og þú sér bara legið og eggjastokkuna synda þarna inni. Svona insidensin á þessu er rosalega rokkandi, allt frá 0,2 til 25%. En þetta er líka er svolítið vanskráning á þessu, hvað það er. Og það skiptist í snemm eða sein, early og late, og þá miðar maður við að það eru 7-10 dagar frá eggjatöku. Og náttúrulega sjúklingum með mörg eggbú
í meiri áhættu. Þá kemur það þetta líka hangið saman með estrógen magni hjá konunni. Að því meiri estrógen magni því verra það. Og svo það að til þess að framkalla það, að því að í svona eggbúi þá liggur eggið fast í, en það þarf að losa það frá eggbúinu og inn í rýmið á eggbúinu. Þá þarf að til þess að þessi hægt að ná í það við eggjatöku. Og þá til að skapa þess egglósið, þá notuð HCG-sprauta sem að konusprauta sem og það oft sem gerir það verkum að þær fá variasjónuna. Hin leit kemur 7-10 yfir 7-10 dögum frá eggjatöku og skapast af aukningu af HCG í blóði, sem þá oftast út af þungun. Sjáum við að nei, ég þarf að fara að þær verða hypovolumískar. Það sem erfitt að bæði út á hypovolumíu og asítis að þá minnkar perforasjónin í gegnum nýrun. Þær verða hemokonsentreraðar og svo stækkun á eggjastokkunum. Þú veist, normal eggjastekkur cirka 3 cm á stærð. En þessir geta farið upp í þess vegna 20 cm á stærð. Þannig að og svo safnast vökvi hér og þar í líkamanum sem gerir þetta erfiðara. Áhættuþættirnir eru náttúrulega konur sem eru með mörg eggbú. Og það til dæmis polycystískar konur, þær eru með mörg eggbú. Og svo þær sem hafa fengið OHS áður, en líka að ungar konur, af því að ungar konur eru með fleiri eggbú en eldri konur, og þar lendir það. Og svo hefur það sýnt sig að lágt BMI getur líka verið orsök. Einkennin aukin vigt. Þær geta ekki lengur verið í gallabuxunum sínum, þurfa að fara skiptir í jogging af því að kviðurinn fer að þenjast út. Þær fara að fá verki, þær fá byrja að verða svolítið flökurt, margar fá niðurgang, svefntruflanir af því að það erfitt að liggja flöt, þá bara eins og þetta sé alltaf að koma upp í hálsinn á þeim. Og svo konsentrera það, þó svo að það sé að drekka alveg nóg. Það fara að safna bjúgu, bæði á fótum og á ytri kynfærum. Svona blóðpröfu, þá fá þær aukið hematokrit, þær lækka albúminu, hvít hækka á CRP. Þær verða hyponatremískar og þá stundum hátt kaljum, hækkun á krea og hækkun á lifrargeislun og svo truflun í storkuþáttum. Já, þetta annars skellur. En sjáu þið hvernig þetta svona sett upp, mild, moderat, severe og critical. En það svona rannsóknir, það ekki alveg búið að sameina þetta, en það svona flestir sem fylgir þessari töflu. Og sjáu þið að stærð á eggjastokkum getur verið leiðandi, en það samt ekki einsleitt. Þú getur alveg verið með severe OHS, en samt bara með 8 cm eggjastokka. Og þið sjáu að þetta getur orðið lífshótandi þegar komið með bara severe, en líka við, og svo ennþá meira við critical. Að það hægt að pissa, blóðið orðið þykkt,
þær fara að fá blóðtappa, þær geta dýkkað, fengið bara blæðingu allan lík, í öllum organkerfum. En mild af því svona göngudeildar. Stundum getur maður, það fer svolítið eftir hvað stóru sjúkrahús það hve mikið göngudeildar það verður. Oft það bara settar í þeirra hendur að þær vigti sig, fylgist með einkennum og koma aftur. Það virðist vera að á minni sjúkrahúsum þar sem meiri, maður hefur meiri tíma og meiri möguleika að taka þær inn til að skoða þær, að þá fylgir maður þeim á göngudeild. Göngudeildarmeðhöndlun að maður mælir ekki með NSAID-lyfjum út af nýrnarálagi. Og fylgjast með vökva, fylgjast með þvagi og borða próteinríkt. Kjöt, hnetur. Ég á með eina konu sem í ferli í útlöndum, sem PCO-kona. Hún fékk ráðlegt að borða 8 eggjahvítur á dag. Hún var svolítið þreytt á því. Þannig að hún var rosa fegin, hún gæti líka borða hnetur. Þannig að skipti það Og svo éta smá salt út á matinn til að laga það. Og svo stuðningsokkar. Og svo það mikilvægt að þær fái trombósuprófílaxa. Ef þær þurfa að leggjast inn, þá mikið að vera með vökulista. Hvað þær að drekka og hvað mikið að koma út. Fylgjast með þvaginu þeirra. Hvernig það og hvað það kemur. Og svo náttúrulega bara meðhöndla flökuleika og annað. En albúmin dettur oftast niður, hangir stundum bara í svona 18-20 en það bara rosa mikilvægt að þær borði próteinríkt. Þannig að þær geti, að það hefur sýnt sig að albúmin sem verið að gefa í æð rosalega, svona human albúmin rosalega lítið mólekjúl, lítil sameind sem að bara, þetta svona svolítið eins og piss í skóna. Að þú gefur það og svo bara það farið. Þannig að en per ós prótein verða miklu stærra og haldast betur inn í æðakerfinu. Þær þurfa allar að fá trombósuprófílaxa. Af því að það bara það að vera í vannfrjósemismeði, stimuleira og annað, aukin áhætta. Þær geta bæði fengið venösa og arteríala þromba. Þær fá faktist oftast í efri líkama venösa þromba. Þannig að og þeir vilja meina að það sé út af því að þetta ekki ductus thorax sem sogaðakerfi að það svo rosalega mikið östrogen í því og þar af leiðandi fá þær í efri hluta líkamans. Þannig að það fá bara prófílax skammt og eiga að vera því fyrsta trímestrið. Og auðvitað ef það fleiri áhættur þetta fær náttúrulega að vera lengur. En ef einkennin eftir fyrsta trímestri ennþá stórir eggjastokkar annað, þá mælum maður að það haldið áfram með það. Það ekki aukin blæðingahátt á því, en hjá sjúklingum sem verða ekki þungaðir, þá mælum maður með því að það þangað til að einkennin eða þangað til að þær fá næstu blæðingar. Þvagútskiljunin. Það ofsalega mikilvægt af því að við asítis, við stóra eggjastokka ekkert pláss þarna inni fyrir aumingja nýrum til að starfa. Þannig að það þarf að fylgjast með því. Og bara það, þó að ekkert annað að tappa af þeim getur gefið nýrunum smá möguleika á að vinna. Þeir vilja meina að það mjög mikilvægt að halda náttúrulega perfúsjón í gegnum nýrun
Þannig að ef þær eru ekki að pissa nóg, að þá er þetta að gefa þeim aukið magn af vökva og gefa þeim bara færasilif til að skapa svona forseraða díórusi. En ef það er ekki að ganga, þá þarftu náttúrulega að hringja í vin. Af því að þá ertu ekki að geta að höndla þetta bara á deildinni. Svo kemur keisið og þetta er kona sem er alveg búin að gefa leyfi til þess að við fáum að ég má nota þetta í fyrirlesturinn. Hún er 35 ára kona. Hún er þekkt með kvíða og létta yfirvigt en annars hraust. Hún er búin að vera í vanfrjósemisferli, ekki út af því að það sé eitthvað búið að finna hjá henni, heldur af því að makinn hennar, þeir synda eiginlega bara ekki neitt. Þannig að þau fóru í það. Hún fór í eggjatöku 3. október og þar var tekin ekki, ég er ekki með á hreinu hvað voru mörg tekin egg, hún myndi það ekki. Það var svona á mörkunum sem kallar svona 25, já, 25, ég var það ekki. 25 egg. Já, þannig að og eina sem var að í eggjatökunni sem er gert neðan frá, sem er bara potað inn í hvert eggbú og tekið með sprautu, að þá fóru þeir gegnum blöðruna einu sinni. Annars ekki neitt, hún fekk sýklalyf, ekkert það engan hitta henni. Kemur svo tilbaka 2 dögum síðar og það settur upp 1 fósturvísi og hún byrjar að fá vægjanlegt prógesterón sem til að halda uppi prógesterón. Svo kemur hún 9 dögum eftir eggjatöku, sem sagt 12. október, kemur hún hingað á bráðamóttökuna af því að hún er verkjuð og hún er andstutt og með þaninn kvið. Hún er með púls 100 en kvíðakona og en samt púls hennar önnur njús án athugasemda. Kvenskoðun er án athugasemda en á sónar þá er vökvi bæði fyrir framan og aftanleg. Eggjastokkarnir eru 7-8 cm hvor og þetta næri svona allt svona að verða eitthvað nafla. Hún er 101 kíló og svona litu eggjastokkarnir út. Svona meðalstóri og hún er með hemoglóbín 177, hematokrit 0,5 og há hvít og létt hækkun á sérnum. Daginn eftir er hún bara ennþá verri. Hún er þandari, meiri bjúgur og andstyrkri. Hún er komin á súrefni af því að hún var ekki að halda upp mettun og svo er hún með púls 114 og þá skoðaði henni aftur og þá er eggjastokkarnir 9-10 cm, miklu meiri asítis og miklu þandari. Hún er pínulítinn pleuravökva á röntgen en þannig að við sendum hana niður í sónar og hún fær, það er mikið, það er reyndar ekki sagt hve mikið en það er mjög mikill asítis og hún fær dren, svona pigtaildren. Við áttum svolítið erfitt með að halda uppi dagútskynjun hjá henni. Hún var komin með svona tímadíórusa legg en þannig að við pröfuðum að forsera hana. Hún er ennþá eins á blóðpröfum og er náttúrulega þegar hún kemur inn þá fær hún stuðningssokka, hún fær trombósaprófílaxa, hún á að borða allt sem maður fylgir á göngudeild. Svona líta þó, það bara ennþá meiri, ennþá stærri eggjastokkar og ennþá meiri vökvi. Dagur 3, þá eftir, sólarhring eftir að hún fékk fyrst drenið sitt, að þá er búið að tappa að henni 5 lítrum á þessum sólarhring. Sem maður mælir með svona max 1 lítur en bara, það var búið að tappa 5. Bíókemían er eins og við tökum plasma-OCT sem er 18. Þannig að eitthvað mælist í blóði, er þetta sprautan sem hún notaði, er þetta þungun, vitum við ekki. Hún leggst inn á gjörgæslu út af því að við vorum ekki að geta haldið uppi þráðskilin hjá henni og ekki að geta mónuterað vökva í efnaðan.
þar fær hún hjartdóminn sem án athugasemda, hún næringarfræðing sjúkraþjálfara, CVK og fær nokkuð skipti í vélbúminn til að optimera hana. Hún liggur í viku á gjörgæslunni. Allt fer svona að réttast, en svo helgina þá fer hún að fá hækkun. Það er hita og þá fer maður náttúrulega að hafa áhyggjur að dremið sem reyndar var það búið að vera í 5 daga, 6 daga. Þannig að það er tekið. Hún fer á sýklalyf og en maður er svo hræddur sýkingu intraperitúral. En plasmósíki svona smjámakast upp. Það maður segir að plasmósíki eigi að hækka cirka 2-faldast á 2 dögum og þetta er kannski ekki alveg æðisleg hækkun, en allt og snemmt að segja eitthvað. Núna á degi 4-12, eða frá 1-12, þá er búið að tappa af henni 1300 millilítrum, næstu 14 lítrum. Hún kemur tilbaka á gjörgæslunni á degi 12. Hún er mun betri. Hún er klínískt betri, hún er bíókemískt betri, en það ræktast stafáraus frá drensárinu, annars eru allar aðrar sýkingaparametrar ræktanir án nokkurs. Þannig að við skiptum henni þegar hún fer yfir á stakloks í staðinn fyrir þetta breiðvirka sýklalyf. Plasmósíkið fer svo í 220, nú fer eitthvað að gerast. En þá fórum við að verða ennþá hræddari, af því að þá vissum við að hún væri örugglega þunguð. Og þá vitum við ekki, af því að þá verður þetta ennþá verra. Þá var bara, við héldum að við værum að komast yfir þetta og svo bara, nei, nú er hún orðin þunguð. Og þetta er svo erfitt. Hún er í frjósemisferli út af varmfrjósemi. En með þetta bara, maður vill helst ekki að maður er ófrísk, af því að þá veit maður að þetta getur bara orðið ennþá verða og lengra. En vona náttúrulega að líka hún sé ófrísk, hennar vegna. Sjáum við að ekkert brjálæðislega gott graf, en þá sjáum við, hún var 101 kíló þegar hún kom inn og á fyrstu 15 dögunum fer hún upp í 119 kíló. Hún er búin að bæta á sig 18 kílóum á þessum dögum. Og það er búið að tappa henni 14 lítrum. Þannig að hún var bara svona svolítið eins og Michelin maður, af því hún var bara einn bjúgur. Kviðmálið náttúrulega eykst líka. Og svo kemur það að hún verður bara verri. Og það er náttúrulega plasmósíki sem er að gera það. Stuðningsokkarnir hennar voru næstu sprungnir undan af henni. Þannig að við tókum þá af henni. Eggjastokkarnir eru 12 og 13 centimetrar, en ég sé smá sekk í leginu, sem er náttúrulega bara dásamlegt fyrir hana, en þá vitum við líka að þetta verður ekki auðvelt frá heldur að hún sé ekki að snúa. Þannig að við ákváðum að setja aftur í hana drem, af því að til að reyna að létta á einkennum. Svo tók Orri við vaktinni og hún bara tappaði af henni 4,5 lítra og svo bara þegar við mætum á mánudeginum þá er þetta bara alltaf að batna. En hún fer að stíga í CRP, en mikilvægasta, hún léttist á kíló og það. Ummálið minnkar, plasmósíkið 2005. Þannig að þá ætti maður nú að geta séð eitthvað almennilegt þarna inni. Og við svona skoðum hana og sjáum fóstur í leginu, en erfitt að sjá hjartslátt. Af því að hún svona skoðum verður heldur ekki auðvelt, af því að
eggjaleiðarnar eru með asítis í, þetta verður svona svolítið erfitt. Svo skrifast hún heim þarna og ég hef aldrei séð sjúkling hlaupa eins hratt út af deildinni eins og hana. Hún svona lítil budda með mikinn bjór, núna líka, og hún bara út hurðina, búin að vera í 21 dag. Þannig að en náttúrulega, komdu aftur tilbaka ef að einkennin versna. Hún á fína helgi, ég heyri hann á mánudeginum, kannski smá það sem drensvæð var, en annars ekkert. Sá verkur fyrir að aukast kvöldið og svo á þriðjudeginum fyrir hún á sóðakrók og bara rosalega verkið. Oxonorm 10 mg virki ekki, það ekkert. Hún komin með konstant verki í hægri efri kvadrant. Hún farin að kasta upp, þannig að þá viljum við fá hana. Og þá gátum við valur eitt hádeginu bara hádegismatnum í það, ok, þetta blæðing, þetta íljós, þetta torsjón á óvaríum, hvað og hvað eigum við að gera? Af því það engum sem langar að fara inn í þennan kvið. Bara eigum við að fara inn í gegnum Palmer's Point, reyna að komast hást, af því að núna, hvernig eigum við að snúa okkur í þessu? Svo kemur hún og hún ekki með hita, hún ennþá að léttast, en hún rosalega þanin og verkjuð. Bíókemínin orðin rosa fín, lifrarpröfugildin eru búin að normaliserast. Við sjáum blóðfælið til eggjastokkana, en það minni asítis, en eggjastokkarnir eru komin vel upp undir nafla. Og maður 20 vikur á leið þegar legið kemur upp að nafla. Þannig að þetta bara ágætis magnhæðinni. Og bara til að sýna á að þetta reyndar ekki MR-mynd af henni. En þá sér maður legið með þungun í og eggjastokkur hægri, eggjastokkur vinstri. En þannig að við þurftum ekkert að gera sem betur fer. En núna voru eggjastokkarnir sem voru 12-13 cm hvor komnir með auka systu á sig. Þannig að annar var með 12 cm systu og hinn var með 5 cm systu. Þannig að þetta var bara, þeir voru orðnir rosastórir. Þannig að það var það sem var að plaga mig. Hún útskrifa svo frá okkur 4 dögum síðar, 30 dögum síðar eftir eggjatöku. Nú hún bara komin með meðgöngógleði sem hægt að elda niður á Fennigan. Og þetta, og hún þyngist mest 18 kíló, en á sama tíma hún töppuð 19 lítra og ummælaði jókst 13 cm. Þannig að hún hefði örugglega bara sprungið ef það hefði ekki verið tappað af henni. En þetta svona verri útgáfan af orðhóðessas, af stimuleringum af eggjastokkum. Þannig að en eru þið með einhverjar spurningar? Hvernig líður henni núna? Er hún með þá ólétt? Já. Áður en við sendum hana heim, sáum við þessa svona mynd, þar sem við mældum fóstur með sem var 7 vikur og 1 ár. Með hjartslætti. Jafna eggjastokkarnir sig eftir svona litla stækkun. Já, þeir gera það. Alveg merkilegt nafn, sko. Orri leit hann á sögurkróknum í síðustu viku og þá lét hann bara vel af sér. Það var svona fyrir svona 10 glænum síðan þá var herfórir blaðara. Já. Var það þakklara? Já, fyrirgjöf. Já, það var þakklara. Já. Er þá stimulerningin af þessi HCG-sprauta sem gefin til þess að... Nei, til að stimulera eggjastokkana, að þá fyrir eggheimtu, þá byrjaru á, þá ertu líka að fá FSH, stimuleringu til að stimulera eggjastokkana til að stækka eggbúin og það líka það sem hefur áhrif. Og svo gefur, jafnvel LH. LH, FSH, LH og HCG hafa svipað virk.
Já. Það gefur sér hálfsíkisbrauti þess að fá allar virkni inn í fóðursvöldum. Losi ekki frá verkefni. Þannig svo ekki frjóðgað, Já. en svo líður einhver tíð og svo það sett upp strax eða Já. ekki fristi eða Já. sett upp seinna eða? Sko, ef að venju, þá er hægt að setja það upp 2 dögum seinna. Stundum það látið skipta sig lengra í blastprósessu og þá það sett upp 5 dögum seinna. En á 5. degi. En það sem maður gerir við konur sem eru með svona stóra eggjastokka, margar mörg eggbú, að maður setur ekki upp fósturvísi. Maður setur það í fristi og bíður. Og svo setur maður upp síðar. Þá eru minni líkur á að það gerist. Já. Það er hægt að yfir því, sko. Já. Ef þetta komið að stað eitthvað. Þá setur það ekki upp, sko. Nei, ok. Af því að það er náttúrulega miklu betra að fyrirbyggja þetta en að meðhandla þetta þegar það kemur. Og ef það lendir í þessu, þegar það er allir í næsta hring hefur það verið aftur, þá er allir skammtar allir bætt. Á þessu konu, ef hún skildi nú, ef þetta er svo saman hana langar í annan fag, er henni mikil hægt að það gerst aftur. Já. En eins og Valur segir, þá er maður á tánum og mikil skammtar og setur ekki upp. Þó svo að hún sé ekki með ofmarga, að þá frekar að geyma það. Er verið prognósa þegar maður er líka þungaður? Ef þetta gerist bara eftir, þetta getur gerst þó ekki að fósturvísinn sé ekki settur upp. Já. En þá bara toppar það og svo bara fer það. Já, það verður prognósa. Já, og það kemur svona tveir, eins og bara þyngdin hennar sýnir. Að þá færðu svona fókul og svo þegar þú þá ferðu hér og svo þegar þungunin fer að taka yfir að þá versnar það aftur. Fyrir spurninga? Björnsson? Takk að það gaman að heyra eitthvað sem tengt formum. Ég hef séð þetta oft í nokkuð sinnum á aðalögukeysi, en ég sagði að inn að það væri meintið frá 1,5% í 25%. Já. Mild mótrættisvörn. En erum það ekki að sjá heimildi aðri á Íslandi? Ef maður væri að leita að maður að finna fleira af þessu. Og sérstaklega það sem eru í minni í milda forminu. Það er mörg ár sem við höfum haft svona erfiða konur, mörg ár. Já, það er Þessu besta sem átt þessu 20 ára. Af því að var orðið, flestar eru ekki, Já. það eru ekki sett upp hjá þeim, fósturvísir. Af því að það eins og þeir segja að hér að þá er þetta severe og critical er cirka 0,5%. Já. Já, það er fylgjastu. Aldurinn í vöðvanum ekki lágt? Í þessu asítis? Nei, hann er ekki lágur. Hann er frekar hár. Þú lekur öllu. Þú lekur öllu. Þetta er þú bræðið til þetta. Í asít og ennþá í asít. Já. Asíslökunum og allir einhverja sem Það er mjög lítið albúmin í... Er þetta eins og transútat eða exút? Er það eins og transútat eða exút? Já, nú var þetta. Ok. Hvað hafði lengi fyrir? Maður segir svona 4 dagar. Já. Við vorum til Oxford og svo hættu sýkingar að við skildum aldrei eftir innjöndinni. Nei. Eins og við... Stungu frekar oftar. Já, ég hugsa að það berist eitthvað við asítisúknum. Já. Selússúknum. Við reynum þessi 60. Já. Nei. Tíma út af hættu á sýkingu, já. En það sem ég var að vinna í Malmö var það, max 3 af því að það er betra að hleypa minni í einu og þá er þetta bara bæði
vesen og traumatísk fyrir konuna. Það er alltaf verið að stinga á það. En það er alveg sama hvort þú ferð stingur á í gegnum kvið eða í gegnum leggöng. En það er ekkert allir sem hafa möguleika á sónarstýrðri asetistoppnum gegnum leggöng. Þannig að Sjáum við mikið af pleðraleikhúsum? Já, það eru oft með klaufragrein líka. En hún, alveg merkilegt nótt, miðað á hvað hún var léleg, að þá var hún með pínu lítinn pleðravökva. Ekki neitt að ráða. Stundum sem að segja þetta að setja asetisk úr kvitrinið, að þá líki vökningum lungu líka. Það þarf ekki alltaf að setja drenin það líka, það fyrir kvitrinið sér. Það er það líka. Það er lítið hól, Já. Sérstaklega þetta í æralóttan. Já. Nákvæmlega. Hver spurningar? Þakka fyrir. Er einhverju áhættu þættir fyrir þetta? Er eitthvað sem að segja einhverju að þessi kona þessi nú hvernig mögulega fengið þetta? Konur með mörg eggbú, hvort sem að það eru pólísistískar óvarir eða ung kona með mörg eggbú. Það er ekki svona áfylkingur, offita eða svoleiðis þættir. Jó, sko, það er oftast PCO-konurnar sem gera en oft-þyngd getur gert það því að það er estrogen og hátt estrogenlevel á þeir líka. Og þess vegna er líka að PCO-konurnar séu metformín meðhöndlaðar. Þannig að insulínresistansin sé minnkaður. Gerir það, minnkar líkur á OHS líka. Já, einhver. Já. Já, bætið alltaf þetta upp þegar þið gerðu að asetistopp, bætið alltaf upp með albumum á móti. Nei. Jó, já og nei. Próteinríkt fæði. Sko, það eru próteindrykkir, það er bara reynt að koma sem mest í þá. Og sem getur verið erfitt, af því að svo, ef það verða þungaðar, þá fer meðgöngu hyperemesis að kikka inn og þá eiga það svo erfitt með að borða. Þannig að stundum getur þetta verið svolítið erfitt. Þannig að það er ekki endilega eftir 5 lítra af asetistopp og gefið þið Nei. Smáaldur. Nei. En hún fékk það besti. Hún fékk það á gjörgæslu. Yes. Loka spurning. Takk fyrir kærlega fyrir. Ég þakka fyrir.